Jæja, kæru árshátíðargestir. Nú klukkan 4:01. Við höfum þetta allt á tíma og við erum hérna samankomin á 17. árshátíð Grunnskóla Hornafjarðar. Númer 17. Og nú það Lórax sem vill vernda náttúruna og misbjóðinni og ekki misbjóðinni. Þetta rímar við okkar sérstöðu í skólanum, enda erum við grænfánaskóli og stolt af því. Lórax verndari skógsins þegar mannfólkið hefur ofnýtt trén í eigin þágu og skilið eftir sig sviðna jörð. Bæjarstjórinn í Fnykbæ græðir á því að menga loftið og selja ónáttúrulegt loft í flösku. Markaðurinn að drepa náttúruna. Dramatískur boðskapur, en gott fyrir okkur að fá að vita af þessu reglulega og gott fyrir okkur að hugsa að við þurfum að hugsa betur í jörðina. En eins og í góðum ævintýrum þá bjargast allt og allir verða kátir. Hafdís Hauksdóttir og Sigurlaug Björnsdóttir hafa séð sviðsetning og tónlist, en jafnframt skrifaði Hafdís handritið að þessu upp úr teiknimyndinni Lórax. Þannig að við getum sagt að við séum að heimsfrumsýna leikrit. Smiðjukennar, já, klöppum við því. Smiðjukennararnir okkar eru engum líkir. Þeir hafa séð leikmyndina og komið að búningum og skreytingum í salnum sem eru síðan verk nemenda okkar. Og eins og hérna þið hafið heyrt áður, þá skólinn undirlagður í undirbúningi fyrir árshátíðina. Ég vil þakka líka Tónskólanum fyrir sitt framlag til árshátíðarinnar, en einnig vil ég þakka fræðslustjóra okkar fyrir sitt framlag, en þetta fólki sem skipar hljómsveitina. Og ásamt Ernu Gísla, trómara og kennara í 5. bekk. Klöppum við því. Eins og þið hafi orðið vör við, þá fjáröflun hér í gangi og hérna fyrir vin okkar og samnemanda Jón Birki, og þetta eru blóm eða fígúrur, getum við sagt, sem nemendur okkar hafa verið að leira undanfarna vikur. Og allur ágóði af þessari sölu rennur til Jóns og hans fjölskyldu. Mér langar til þess að biðja 1. bekk að fara í röðina sína. Þið vitið hvert þið eigið að fara. Einnig langar mig til þess að biðja 5. bekk, nei 3. bekk að koma sér á sinn stað. Önnur börn sem sitja út í sal, viljið þið endilega bara vera nálægt foreldrum ykkar. Því að það getur truflað leikarana og söngvarana þegar einhverjir eru á hlaupum og það viljum við ekki. En nú erum við að fara að byrja og að því við vorum svo duglega að klappa, þá langar mig til þess að biðja ykkur að klappa einu sinni enn fyrir öllu þessu fólki. Og nú það Lórax. Gjörið þið svo vel. Halló öllsumur og takk fyrir að koma. Ég heiti Lórax og fyrir tréni tala og mér langar með leyfi að fá aðeins að mala. Vita skaltu að sagan sem þú sérð hér, hún gerðist í raun. Og já, trúðu mér, það býr meira á baki en á blaði fest, svo ég kynni baksið, ég held það sé best. Við byrjum í Fnykbæ sem sagt áttum var að vera gerfileg plastborg.
en þeim leið á vel þar. Borg án náttúru, hvergi lifandi tré að sjá. En hvað var þau? Inn með tónlist, lítum á. Teddi, hæður, lentu bolti aftur í bakgarðinum mínum. Ha? Nei, bolti minn í þetta sinn. Hei, viltu sjá svolítið töff? Já, komdu. Vá, býtu, málaðir þú þetta? Finnst þér þetta flott? Já, en hvað er þetta? Þetta eru tré, alvöru tré. Þau uxu hér allt í kring og fólk sagði að toppurinn á þeim var mjúkar eins og silki. Og það sem ég þráði mest af öllu í heiminum er þessu alvöru lifandi tré vaxandi í gegnum mínum. Svo er til dæmis, nú er ég bara að hugsa upp á. Ykkur gaur myndi þá myndi ég eflaust giftast honum á staðnum. Er það skrítið hljómar það skringilega? Nei, alls ekki.
Ég þarf að fara að koma mér málningu til að við sjáumst. Bye! Teddi minn, ekki leikar á matnum. Og heldur ekki þú, mamma? Svo, mamma, veistu nokkuð hvort það sé einhver staðir sem getur fengið alvöru tré? Alvöru hvað? Teddi, við erum með tré af nýjustu gerð. Já, en ég meina svona sem vex upp á jörðinni. Vex upp á hverju? Býttu, ha? Viltu frekar hafa eitthvað sóðalan tréklump sem stendur upp á jörðinni? Og gerir hvað? Ég veit ekki hvað hann gerir. Og hvað gagn gera hann? Sjáu hvað við erum með. Þetta er grenimatík. Eina tré með fjárstýringu. Sumar. Haust. Vetur. Og disco. Lýs ekki. En hvað með þetta? Bí, bí, bí og byrjum bí, fuglinn flýgur upp í ský, hefur dillar spilin út. Út í snjónum ís við haf, og það flögrar hátt og lágt utan bí. Ókei. En hvert myndi ég þér að fara til að fá svona alvöru tré? Þú þarft að finna einsaran. Eins og hvað? Ha? Mamma, þetta er ekki tíminn fyrir einu uppsröðan galdrasögnuðinu. Já, það er rétt. Ég er orðin svo gömul og ég glemdi að setja mér tennurnar. Hvar eru tennurnar mínar? Viltu vera svo væn og fara náði tennina fyrir mig? Já, já. Jæja, þetta er málið. Ef þú vilt finna alvöru tré, þá þarftu að finna einsaran. Einmitt. Einsarinn. Og hvar finn ég hann? Langt frá bænum, þar sem gras sprettir ei og vindurinn er hægur. Og súr svo sem svei og engin fugl að syngja nema gömul kráku grey. Það er það sem einsarinn býr. Ha? Býtu fyrir utan bæinn? Fólk segir að þú gefur honum nagla, 100 krónur og skel að lang afa snigil. Þá segir hann þér allt. Herra Loftur, það sem við getum gert fyrir bæði þinn mun færa hann á næsta stig. Ok, ég veit hvað þú hugsa. Númer 1. Þú hefur grætt peninga að selja fólki loft sem er ferskara en óloftið úti. Og númer 2. Og þetta er að mikilvægt. Hvernig getur þú grætt ennþá meira? Við getum sagt það. Skoða þessa auglýsingu. Vantar ykkur óloft? Herra Loftur er með fullkomna list fyrir ykkur. Óloft í flösku. Og það besta við það er að það er 100% ónáttúrulegt. Eins og sést hér, þá er þessi dauðþreytt eftir að hafa hlaupið mjög lengi. Hvað er óloft? Vó, mér líður bara miklu betur. Langar dagur á ströndinni, óloft er að bjarga öllu.
skellum okkur aftur bara beint á stundina. Þessi ekki í góðu skapi eftir skólan í dag og nennir bara alls ekki á æfingu. Hérna, Ólaf reddar málunum. Ég ætla bara beint á æfingu. Eins og þið sjá hér, það datt þessi krakki á hlaupvöðrunum. Mér ekkert illt í nönu, sko. Óloft nefnilega sársaukadrepandi. Óloft æði! Kaupið Óloft! Hamingjan góða hvað þetta, góð auglýsing hjá okkur maður. Einmitt. Þeir hljóta að vera að grínast. Haldið þið virkilega að fólk sé að fara að kaupa þetta? Rannsóknir sýna að ef situr eitthvað í plastflösku þá kaupir fólk það. Einmitt. Og ef við byggjum risastóra plastflösku, þá mun loftgæðin versna enn meira. Og þá vill fólk ennþá frekar kaupa loftið okkar og saman fyrir hver Í hæstu hæðir. 100% ónáttúruleg. Svo með öðrum orðum, því meiri mengunarmæði, því meira er græði. Hvað? Er það að fara úr bænum? Það fer ekki úr bænum. Hver ertu og hvað viltu? Ég er Teddi. Enginn á að koma eitthvað. Farðu burt og láttu mig í friði. Fólk segir ef ég færi þetta, þá segir mér frá trjám. Þú veist svona sem vaks upp í jörðinni. Afsakaði, ég held að maður orðin viti enginn sem varð tré. Jú, ég. Viltu fræðast tré? Viltu vita hvað varð þau? Af hverju þau eru farin? Það er út af mér. Og uppþyringur minni, Fníkinu. Þetta hófst allt fyrir langa löngu. Jæja mamma, þá er ég farin til að breyta heiminum með Fníkinu. Já, en myndi bara að uppfinningin misheppnast herfilega. Þá er ég sko ekki að hissa. Bíddu bara, ég mun sanna mig. Svo þarna var ég með ekkert. Ég leitaði heiminn, heltekinn af þráni að finna hið fullkomna efni í Fník. Ég leitaði, þangað til dag 1 fann ég paradís. Vá! Þetta er staðurinn. Höldum áfram. Ég þarf að breyta heiminum með Fníkinu. Vá, tékki á þessu maður.
Ekki grunar mig að með því að höggva niður tréð hafði ég kallað til minn góðsagnaveru, hinn þjóðsögulega, örlítið pirrandi, verndara skógarins. Lorax. Hei, varst þú að höggva þetta tré? Nei, hver gerði það? Þú! Hei, sjáu! Ég held að hann hafi gert það. Taktu öxina og farðu burt. Og hver ert þú? Hann er Lorax, verndari skógarins. Hann talar fyrir trén. Líti á, óbelstegi aðkomaðurinn. Skammast þig? Já, skam. Veistu hvað? Nú er nóg komið. Hlustaðu á mig hann að loðni kjötleifu. Ég hef niður eins mörg tré og ég þarf. Ok, ég fer ekki fet. Ef þú ert ekki farinn, áður sólinn sest þér í dalnum, verða öll öfl náttúrunnar leyst úr lagi gegn þér og þú verður fordæmdur til æviloka. Við höfum varaði við. Við höfum varaði við. Og þú trúir ekki hvað gerðist í nóttina. Hvað gerðist? Ef þú heyrir meira, komdu þá aftur á morgun. Ólöf, Ólöf, ó það ert þú, við þjónum þér, hippity-hú. Ólöf, Ólöf, ó það ert þú, við þjónum þér, hippity-hú. Ólöf, Ólöf, ó það ert þú, við þjónum þér, hippity-hú. Ólöf, Ólöf, ó það ert þú, við þjónum þér, hippity-hú. Býtu, hei, hætti, ekki satt. Herra Loftur. Mér skilst þú að vera áhuga á trjám. Það er alveg mál með það. Ha? Býtu, hvað er það? Það er fátt í þnýkbæð sem ég veit ekki um þetta minn. Ég hef augu, allsstaðar. Málið er þetta. Ég græði pening á því að selja fólki fest loft. Trén. Framlega það ákveðis. Svo þurfum við heyrum fólk tala tré. Það er svo ótrúlega fyrirtæki. Ég hef ekki hugmynd hvað er að tala. Hlustaðu nú drengur, ekki að skipta á hluti sem kemur ekki við. Eða hann verður því versta martröð. Hann er með höfuð að leppalúða á kóngulóarbúki. Ókei. Þú ert mættur? Jæja. Hvert voru að komnir?
leggur þig niður? Svo við höfum stóra vanda. Ok, hér með sver ég að höggva aldrei aftur niður annað tré. Ég lofa. Allavega, ég þarf að fara að sofa. Það er langur dagur á morgun. Ég þarf að fara í bæinn að selja fnýkið. Hjóstu niður eitt af trjánum mínum til að búta þetta drasl. Drasl? Ó nei, þú skilur þetta ekki. Fnýkið getur verið notað í mat. Til dæmis, fnýkið getur verið notað sem pils. Fnýkið getur verið notað sem nærbrók. Fnýkið getur verið notað sem negglíf. Fnýkið getur verið notað sem bangsi. Og fnýkið getur verið notað sem matur. Og hvað? Ætlar að taka gítarinn með þér? Ó já, ég er smá lagastúr. Ég ger alltaf gátt það. Það er að fara að sofa. Bye! Nei, blessaður! Viltu vera með? Náður að selja eitthvað? Nei, en hvað er verið að spila? Ég er að spila póker, hann er að spila veiðana og ég held að hann sé svangur. fjölskylduna ykkar. Við verðum rík! Svo, er hann búinn að segja hvernig að finna alveg tré? Nei, en ég held að komi bráðlega að því. Við ætlum að skreppa í búðina. Já. Auður? Hæ Teddi, hvað er títt? Þú veist hvernig ég er, bara rúnda, senda frá mig strauma, einn með mínum þröngum. Svo, þetta er stúlkan sem þú tala sífellt um. Amma, hætt að skálda. Hún er jafnvel sætari en þú. Verða þjóða, bye! Sælfeti, já, við höldum áfram. Það var fullkominn dagur.
En svo fór að síga ógæfi hliðina. Hörmungarstaður. Grísildur frænka og Moldarfi frændi. Heyr, sjá þetta, löng sending. Einsi, ert þetta þú? Þannig stóri klári sonur minn. Við vissum alltaf að tækist þetta Einsi, ekki satt? Ég dýrka. En þú sagðir alltaf að það myndi aldrei rætast úr mér. Manstu? Sussum svei, ég var bara að reyna að hvetja þig. Gott að fá það á hreint, því mér sárnaði mjög mikið í langan tíma. En nú eru öll komin og þið ætlaði að vinna fyrir mig, svo byrjum að vinna. Björn, setjið búspilin og hætti að íta bánsanum. Nú er nóg komið. Nei, bakkið, stans. Enginn flytur hingað. Farið burt, bless. Hver byrði stóru loðnu í jafnréttunni? Kallar mig jarðsnitu. Ég teki lurgin að þér. Hæja nú, þú fer ekki að slást við konu. Er þetta kona? Byrjum þetta ekki með leiðindum. Fjölskylda, þetta er hann vinur minn. Kunningi? Já, mjög góður kunningi, hann Lorax. Hann talar fyrir trén. Hárrétt. Og fyrir hendur hana. Farið burt! Hei, vertu góður, þetta er fjölskylda mín. Og ég með þurfa að hjálpa þér að fyrirtækjum mitt á að stækka. Stækka? Já, ég er með stór plön. Heiminn fullan af þnýpum. Þetta verður magnað. Og í hvað átt fellur tréð? Niður. Í það átt sem að hallar. Gætti þín hvert þú hallar. Einsi minn, það er komið upp smá vandamál. Vandamál? Við gerum þnýkin ekki nóg hratt. Og það er óseinlegt að plokka toppgóðana. Já, mér var dætt í hug að við getum alltaf farið að höggva trén. Já, ég nenni þessu ekki. Góð hugmynd. En... Ekkert enn Einsi. Nú rekur þú fyrirtæki og þú gera það sem er best fyrir fyrirtækið og mömmu þína. Farðu niður, heimskatri. Þú verður að hætta, þú ert betur en þetta er slæmt. Slæmt? Ég er slæmur? Neits.
tréð. Það gæti stöðvað þau. Ykkur gæti aldrei spúlka þessu. Hvað haldið þið að verði næsta margmilljarða uppfinningin? Já, hver veit? Sonur, þú hefur brugðist mér. Björn, þú ert núna eftirlætis barn mitt. Svo, þetta allt þér að kenna. Þú tortryggir öllu. Já, og sér hvern dag eftir að Lorax fór hef ég setið hér og iðrast allt sem ég gerði. En ég er með eitt og þú getur bjargað þessu. Síðasta fræið. Og þú þarft að sá því, Keti. En ég hélt að öllum væri sama tré í dag. Samferðu þau þá. Plantaðu fræinu í miðjum bænum þar sem allir sjá það. Breyttu gangi mála. Þetta er ekki bara fræð, fyrir þú ert bara drengur. Ég vil ekki bregðast þér. Hei, hvað er það? Þetta er alvöru tré. Af hverju ætti þetta að vera alvöru tré? Nákvæmlega. Við erum skítur spúið í klístrum sáðum. Og þau laðaði eitra maur á stingandi bíl. Og nú man ég að þeim spretta lauf. Og þeim detta bara hvað sem við sýnist. Við vitum okkur þú vilt ekki tré. Þau framlega súrefni. Ókeypis. Sárnan. Þið ljúið! Þetta er ekki lygi. Þetta er ekki ljóstilífun. Glætan. Hún er að skálda þetta. Þetta er uppskálda orðfólk. Amma! Núna! Ég er Teddi Vignis og ég tala fyrir trén. Staðreyndin er að það er ekki allt fullkomið hér í Þríkbæ. Og ástandið mun aðeins versna ef við gerum eitthvað í þessu. Nefnum við breytum háttum okkar. Og við getum byrjað á því að planta þessu. Heyrðu, fólk. Nei, þetta er bara rugl. Þú, segir eitthvað. Við sitjum hér tveir, Jón og Geir. Við erum bæjarins bestu grey. Og fyrir tré við segjum ég. Og við viljum rækta jörð. Í doktorshús og ég er í sýnum í hvað okkur býr. Setjum núna í fjórða gír. Við segjum ræktum
jörðinni svei, þá mun aldrei neitt batna, ó nei. Takk fyrir komuna.